Fundur er settur í bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar þann 10. júní 2021 og er þetta fundur númer 286. Fundurinn er að þessu sinni haldinn í fundarhúsi Lónsmanna. Mætt eru sá sem hér stendur, Ásgrímur Ingólfsson, einnig Ásgerður Kristín Gylfadóttir, Björgvin Óskar Sigurjónsson, Kristján Sigurður Guðnason, Páll Róbert Matthíasson, Stefanía Gunnarsdóttir og Sæmundur Helgason. Einnig bæjarstjórinn Matthildur Ásmundardóttir og starfsmaður fundarins er Bryndís Bjarnason. Fyrir fundinum liggja 18 mál, þar af 5 fundargerðir bæjarráðs og síðasta fundargerð bæjarstjórnar til kynningar. Og skýrsla bæjarstjóra er hérna talin. Okkur er ekki til setuna boðið og orðið er laust fundargerð bæjarráðs 991. Það er eitthvað sem við taka til máls undir fundargerð bæjarráðs 991. Það er enginn sem gefur með merki. Þeir sem eru henni þá samþykki gjöra svo réttu fund. Hún er samþykkt samhljóða. Annað mál á dagskrá er fundargerð bæjarráðs 992. Er eitthvað til máls? Matthildur, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langar að vekja athygli á leiðarhöfða, hönnun á leiðarhöfða, en í gangi er spurningakönnun á netinu þar sem er verið að leita sjónarmiða íbúa hugmyndir hvað menn sjá fyrir sér á leiðarhöfðanum og mér langar bara að hvetja þá sem eiga eftir að senda inn hugmyndir að gera það. Það er síðasti dagur reyndar í dag. Það er ekki fleira. Takk. Takk fyrir þetta, Matthildur. Síðasta sem ég vissi þá voru 120 eitthvað búin að svara. Ég veit ekki nýrtölur það. En orðið er ennþá laust 992. Gerðu svo upp, Páll Róbert. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Í þessari bæjarráðsfundargerð undir henni er fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar. Málnúmer 4 minnir mig tilskipulag miðsvæðis. Þar er verið að teikna upp miðsvæðið, íþróttasvæðið og skólasvæðið og þar. Og ég kem nú hérna til þess að ræða þetta vegna þess að ég er sérstakur áhugamaður bæjargarðinn okkar sem ég hef talað í mörg ár og sjálfsagt margir orðnir þreyttir á að hlusta á. En í þessu skipulagi þar er gert ráð fyrir húsi eða lóð á Hafnarbraut 38 og sem er býsna stór og ég sé fyrir mér að ef að það verður byggt á þessari lóð eins og hún er sýnt þarna þá verði lítið pláss fyrir bæjargarðinn sem að nota bene skoraði hæðst af öllum hugmyndum í íbúakönnun sem var gerð hérna fyrir 2 árum síðan cirka þar sem að íbúar gátu sagt sína skoðun og þess vegna lýsi ég yfir áhyggjum af því að það verði kannski ekki pláss fyrir hann og langar að heyra hvað meirihlutinn hefur þetta að segja. Takk fyrir. Páll Róbert fyrir þetta og Ásmundur Ingólfsson. Ásgrímur Ingólfsson er uppið orðið. Sæl, Ásgrímur. Takk fyrir, Ásgerður. Ég er oft klúður að þínu nafni, þannig ég fyrirgef þér þetta alveg. Herðu, en það með þarna miðbæjarsvæðið og lóðina á Hafnarbrautinni og þennan garð. Ég held að við séum öll sammála um það að reyna að hafa þennan garð þarna og reyna að passa hann. En hvort við þurfum að fórna lóðinni alveg og hafa ekki húsbyggingu þar, kannski erum við ekki sammála um það. En við skulum allavega reyna að passa upp á að það veri pláss fyrir eitthvað garð þarna, svona bæjargarð. Og ég held að sé allir sammála um það. En úr því sem ég heyri núna þá var allavega skipta skoðun hvort með að nota lóðinni eða ekki, eða láta þessa lóð standa. En með þetta skipulag kannski aðeins meira, þá held ég að, og vonust við til, held ég allir sem eru að koma að því og skipulagsnefnd og svona, þetta verði svona
eins ópólitískt og þetta getur orðið, þannig að allir séu sammála og þetta sé eitthvað plagg sem að næstu bæjarstjórnir geti unnið eftir næstu 20-30 árin með uppbyggingu skólahúsnæðis og íþróttamannvirkja og svona, og ég held að sé bara almenn sátt þetta ennþá allavega. Það var ekki fleira. Þakka þér Ásgrími fyrir. Mér langar aðeins að segja eitt hérna að þetta er það fyrsta skipulagi sem að verður markviss leita til barna með þátttöku í tengslum við uppbyggingu á barnvænu sveitarfélagi. Ég ætla ekki að funda stjórn eftir til Ásgríms Ingólfssonar. Þakka þér fyrir þetta, Ásgerður. En orðið er ennþá laust 992. Þeir sem eru henni þá samþykki gjöru svo réttu hönd. Hún samþykkt samhljóða. Þriðja mál á dagskrá er fundargerð bæjarráðs 993. Orðið er laust þá fundargerð. Það er enginn sem gefur merki. Þeir sem eru henni þá samþykki gjöru svo réttu hönd. Hún samþykkt samhljóða. Fjórða mál á dagskrá er fundargerð bæjarráðs 994. Orðið er laust þá fundargerð. Sæmundur Helgason, gjörðu svo vel. Forseti, nú getur bæjarfulltrúar. Alltaf gaman að vera hér í fundahúsinu í Lóni á fundi. Ég held að þetta sé í þriðja sinn sem er komin hingað. Eða þannig sem ég fæ að vera hér á fundi. En það sem mig langar að ræða í fundargerð nr. 994 er mál nr. 3, þar sem er umsögn eða breytingatillaga stjórnunar og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs, 3. útgáfa. Þetta er sem sagt mál sem er í umsagnaferli og er opið öllum til og með 9. ágúst næstkomandi að skila inn umsögnum, og það er óskað eftir umsögnum verið skilað á vef Vatnajökulsþjóðgarðs. Það var sem sagt haldinn kynningarfundur fyrir Suðursvæði mánudaginn 7. júní í beinu streymi á síðu Vatnajökulsþjóðgarðs. Ég gat að vísu ekki verið þar, en ég hlustaði á ágæta kynningu sama mál þar sem farið var yfir stjórnunar og verndaráætlun á vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs. Og þar voru þær Jóhanna Katrín Þórhallsdóttir sem er verkefnastjóri stjórnunar og verndaráætlunar og hún Fanney Ásgeirsdóttir. Þær voru með fræðsluerindi þá vinnu sem er í gangi. Og mér fannst svolítið merkilegt að það kom fram í framsögu þeirra þessa 3. útgáfu á atvinnustefnu og stjórnunar og verndaráætlun sem að þær fullyrtu að væri eingöngu með smávægilegum uppfærslum, að leið og þessi 3. uppfærsla verður samþykkt, þá þarf strax að fara að huga 4. útgáfu. Það segir reynslan þeim. Og ég vil aðeins leggja út frá þessu því að ég tengi þetta við þá þráláttu möntru sem ég heyri oft hér í okkar sveitarfélagi og líka hjá andstæðingum áætlana ríkisstjórnar hálendisþjóðgarð, að fyrst þurfum við að klára Vatnajökulsþjóðgarð. Við ættum að læra það að þessari vinna að vinna við að klára þjóðgarðinn eða vinna við stjórnunar og verndaráætlun fyrir þjóðgarð í heild eða einstök svæði í eitt skipti fyrir öll. Það bara á ekki við. Og alla stefnu, hvort sem er stjórnun eða verndun, það þarf að endurskoða þær reglulega. Og þetta er dæmi sem ætti að kenna okkur á 12 ára starfstíma Vatnajökulsþjóðgarðs. Þá er núna verið að vinna 3. uppfærslu og þegar því lýkur, þá þarf að byrja á 4. uppfærslu. Takk fyrir þetta, Sæmundur. Orðið er laust fundargerð bæjarráðs 994. Kristján, gjörðu svo vel. Forseti, fundamenn, það er fyrsti liðurinn, það er atvinnu- og menningarmálanefnd. Það er sitt hvað þar. Ég ætla að byrja á Matís. Eins og við vitum flest þá er búið að selja sláturhúsið, þannig að slátrun er að leggjast af á Hornafirði, sem er ekki gott að mínu mati.
Matarsmiðjan var þar líka til húsa og þá missum við það húsnæði einnig. En það er ljós í þessu öllu, það er ljós í myrkrinu, það eru kjarnmikla konur sem hafa áhuga á því að setja á stað þjónustusláturhús og ætla að vinna hratt og vel í því, og þær hafa einnig áhuga á því að taka við rekstri Matarsmiðjunnar. Hvort tveggja líst mér mjög vel á. En þetta gerist ekki á einni nóttu, þannig að en á meðan er Solskjær fyrirtækið, Ómar Fransson og fleiri, eða þau sem eiga það, þau ætla að fá lánuð tækin hjá Matís og leigja sér bil þarna hjá þeim aðilum sem að keyptu sláturhúsið. Þannig að þeir sem vilja og geta, þeir geta farið til Ómars og fengið að nýta tækin, og það er mjög gott. Þannig að það heldur áfram, og sjálfsögðu gegn einhverju gjaldi, og þannig að það er mjög jákvætt að það verður áfram hægt að nýta tækin í Matarsmiðjunni. Það er mjög jákvætt. Og ég vona sannarlega að þeim tækist að standsetja hér þjónustusláturhús. Því að þetta er ekki gott mál svona. Annað sem við langar að ræða þarna það er myndatökusvæði. Það voru 7 tillögur, mjög góðar, sem komu. Við settum fram þessa óskum að menn myndu taka þátt í þessu. Og flestar mjög góðar, og vonandi verður kannski hægt að nota fleiri en eina. En það var ein sem að vann, og þó sé nú ekki búið að tilkynna það kannski opinberlega, en þá held ég að margir vita af því, og þetta verður tilkynnt á humarhátíð, og þá verður hérna verðlaunaafhending, og ég held að hann ætli aðeins að kynna það líka sjálfur þá. En ég ætla svona aðeins bara í stuttumáli að segja ykkur út á hvað vinningstillagan gengur. Þetta er sem sagt svæðið þar sem að Akureyjar stóð, og aðeins að gátt í minni hvernig hann er. Ef ekki þá segi ég bara það sé mann. Svona. Þetta er allt að koma. Ef ekki. Herðu, ég bara að segja ykkur frá þessu. Þetta er sem sagt, hann er að höfða þarna í norræna goðafræði og eitthvað í sína bernsku líka, og ég ætla að sýna ykkur hérna að þetta er sem sagt svona pappírsbátur, eins og þið sjáðu hann hér. Bjó þetta ekki til sjálfur, hann gerði fyrir mig. Og hann á sem sagt að vera á svona tjörn lítilli, en þá eftir að útfæra þetta. Og það þarf alls ekki vera djúpt vatnið. En ég held þetta komið til með að vera mjög skemmtilegt og aðdráttarafl fyrir okkur. Þannig að mér hlakkar mikið til, og þetta verður útfært núna á næstu dögum. Og vonandi í lok sumars, ekki síðar, getum við farið og kíkt á þetta. Hann verður heldur stærri þessi, jú, og ekki úr pappa. Það kom ekki fram. Nei. Takk í vilji. Þakka þér fyrir þetta, Kristján. Fallega gert að Ásdís að föndra fyrir þig. En orðið er ennþá laust 994. Þeir sem henni eru þá samþykki gjöra svo réttu hönd. Hún er samþykkt samhljóða. 5. mál að dagskrá er fundargerð bæjarráðs 995. Er einhver sem vill taka til máls undir þeirri fundargerð? Sæmundur Helgason, gjör svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Já, mér er Vatnajökulsþjóðgarður hugleikinn, og undir fundargerðinni hér er mál sem að fjalla stækkun Vatnajökulsþjóðgarðs á Suðursvæði.
Og þarna var að ræða erindi frá umhverfis- og auðlindaráðuneytinu þar sem óskað var eftir afstöðu og samþykki sveitarfélagsins Hornafjarðar að hluti ríkisjarðarinnar Sandfells og þjóðlendan Hoffells Lambatungur verði friðlýst sem hluti af Vatnajökulsþjóðgarði. Og það skemmst frá því að segja að bæjarráð gerir ekki athugasemd við stækkun þjóðgarðsins sem þessu nemur. Og í bókum bæjarráðs áréttað að nytjar verði með óbreyttum hætti og að fjármagn fylgi til nauðsynlegrar uppbyggingar innviða á svæðinu og á það þá sérstaklega við aðstöðu uppbyggingu á fjölfarinni gönguleið upp á Hvannadalshnjúk sem oft eða oftast farið frá Sandfelli. Og á sama hátt hafði svæðisráð, sá ég, fjallað þetta mál á fundi sínum nr. 96 sem haldinn var 7. júní síðastliðinn. En svæðisráð fagnar erindinu og mæli með því að Sandfell og Hoffells Lambatungur verði friðlýst sem hluti af Vatnajökulsþjóðgarði. Og mig langar að segja svo margt vegferðina nefnilega frumvarp hálendisþjóðgarð sem var í fundargerð áðan í nr. 993. En því máli var vísað í dag af umhverfisnefnd Alþingis aftur til ráðherra og það óþarfa að fjölyrða það strand sem það máli í boði í svokallara samstarfsflokka í ríkisstjórn. En því það alveg augljóst fyrir mér að andstaðan við það frumvarp mest hjá stjórnarflokkunum sjálfum sem hvattir eru áfram að einþykkum sveitarstjórnum á Suðurlandi og Norðvesturlandi sem hræðast ekkert meira en að missa stjórn á þjóðlendum sem þau telja sig eiga, ein og engin annar megi hafa þar að segja. En á þessum jákvæða nótum sem vil ég ljúka þá hikum við og bæjarráð sveitarfélagsins Hornafjarðar ekki við að láta sínar þjóðlendur undir stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs. Því hér ferðinni mál þar sem var samþykkt að setja umræddar þjóðlendur í okkar sveitarfélagi undir stjórn þjóðgarðsins. Og til ég að rifja það upp að það árið 2017 þá var Bleki ekki orðið þurft á 1505 milljónum króna kaupsamningi ríkisins á jörðinni Felli við Jökulsárlón þegar sveitarfélagið ákvaði að öll sú jörð og Breiðamerkursandur allur ætti að vera innan þjóðgarðs. Og af hverju? Jú, það er reynslan af því að hafa samtal og sameiginlega stjórn á þjóðareigninni þar sem að þjóðlendurnar okkar eru að okkar mati virðist vera þá best fyrirkomið undir svæðisráði og stjórn þjóðgarðsins og við sem stýrum sveitarfélaginu bæjarstjórn og höfum síðan fullt vald til þess að leggja okkar síðustu hönd á allar þær hugmyndir, skipulagshugmyndir sem aðrar hugmyndir og nýtingu þjóðlendanna innan þjóðgarðsins. Í samtali við svæðisráð og þær áætlanir sem allir sem vilja hafa geta tekið þátt í að búa til með mjög víðtæku samráði hagsmunaaðila. Og þetta ættu önnur sveitarfélög að sjá og að hlusta á því að reynsla Hornfirðinga síðustu 12 ár kennir að þetta er góð leið og ég vil meina að þetta sé besta leið. Þjóðlendurnar eiga heima inn í þjóðgarði eins og reynslan okkar Hornfirðinga kennir og við ættum öll að halda þessum kyndla á lofti og kenna öðrum sem ekki þekkja af eigin raun af þessu fordæmi okkar. Þakka þér fyrir þetta, Sæmundur. Þessi ræða hefði verið velkomin á Svartsþing, held ég, en allt í lagi með það. Hún var fluttar líka, ég veist ekki um það. Herðu, en allavega þá orðið ennþá laust 995. Fleiri sem vilja taka til máls undir þeirri fundargerð? Það ekki. Þeir sem eru hönnit á samþykki gjörðarbreytufönd, hún samþykkt samhljóða. Hér 7. mál á dagskrá, það fundargerð bæjarstjórnar 285 lögð fram til kynningar. Eitthvað sem vill ræða það fundargerð? Það ekki. 7. mál á dagskrá viðaukar fjárhagsáætlun. Matthildur, gjörðu svo vel. Ég ætla að fylgja hér úr hlaði viðauka, fyrsta viðaukanum þetta árið, en helstu breytingar sem hafa átt sér stað frá gerð fjárhagsáætlunar hafa breyttar forsendur varðandi útkomuspá og rauntölur, eða semst út frá rauntölur sem komu fram í ársreikningi. Það voru breytingar á skatttekjum, en
jöfnunarsjóðsframlögin hækka frá því að fjárhagsáætlun var gerð. Það voru hækkuð nefndarlaun vegna stofnunar fjölmenningarráðs. Síðan eru hér atriði eins og stofnbúnaður í Víkurbraut 24 sem áætlað er að opni núna mánaðamótin. Það eru ónýttar fjárhæðir frá árinu 2020 varðandi humarhátíð og einnig ungmennaráð sem ekki tókst að koma til framkvæmda vegna COVID og eins varðandi félagsstarf í Þykkjunni. Það eru umtalsverð lækkun á rekstrarkostnaði Sundlaugar vegna hitaveitu framkvæmda. Nú hefur hitunarkostnaður á Sundlaugunum lækkað töluvert. Og síðan eru aðeins breyttar forsendur varðandi framkvæmdaáætlun þar sem að sveitarfélagið hefur nú greitt langan tíma eða samkvæmt greiðslusamningi vegna byggingar á hjúkrunarheimili. En eins og flestir vita þá er ekkert verið að gerast þar ennþá, allavega framkvæmdarlega séð, þó að greitt hafi verið fyrir töluvert mikla hönnun eða alla hönnun þar að segja. Síðan er Miklugarður, það færðist aðeins framkvæmdir á milli ára þar. Og síðan er áætlað að halda því áfram núna í haust. Kostnaður vegna Hafnabrautar er hærri heldur en var áætlað í fjárhagsáætlun. Og þetta hefur þau áhrif að það er hækkun á framkvæmdaáætlun 17,9 milljónir króna. Þá á eftir að taka til þeirra útboða sem ekki komust þeirra útboða sem var hafnað núna eftir þessi viðauki var gerður. Þannig að við hefum von á nýjum viðauka fyrr en síðar. En þetta er svona það helsta. Þakka þér fyrir þetta, Matthildur. Orðið er laust viðauka fjárhagsáætlunar 2021, fyrsta viðauka. Einhver sem vil taka til máls undir þessu lið? Það er ekki. Þeir sem þýðir þá samþykki gjöru svo rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Hér er 8. mál á dagskrá og Ásgerður, ætli þú takir ekki við fundarstjórn? Já, 8. mál á dagskrá er ráðning sviðsstjóra fræðslu og frístundasviðs og Ásgrímur Ingólfsson víkur af fundi undir þessu lið. En það er bæjarstjóri Matthildur sem greinir frá því máli. Forseti og bæjarfulltrúar, það er mér ánægja að segja frá því að gengið hefur verið frá ráðningu Þórgunnar Torfadóttur í starf friðstjóra fræðslu og frístundasviðs. En það voru 2 umsækjendur sem voru boðaðir í viðtal vegna þessa starfs, nokkrir umsækjendur til viðbótar. Það voru þessi 2 sem uppfylltu skilyrði og var niðurstaðan sú að bjóða Þórgunni Torfadóttur starfið enda vel hæf til starfsins eftir margra ára reynslu sem skólastjóri hér í grunnskóla Hornafjarðar. Og ég vil bara nota tækifæri og óska henni til hamingju með þessa ráðningu og hlakka til að starfa við hennar hlið. Og óska hér með eftir staðfestingu bæjarstjórnar þar sem lykilstjórnanda sveitarfélagsins er að ræða. Þakka bæjarstjóra fyrir. Orðið er laust ráðningu sviðsstjóra fræðslu og frístundasviðs og Sæmundur Helgason hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Sæmundur. Forseti og áseti bæjarfulltrúar. Já, ég vil þá byrja að óska okkur öllum og Þórgunni Torfadóttur til hamingju með sitt nýja starf sem fræðslustjóri. Og það er mitt mat að við hefum varla geta fengið betri manneski í starfið og ég vænti alls góðs að samstarfi við hana hér eftir sem hingað til. Og ég get vottað það að Þórgunnur er frábær stjórnandi og ég hef verið svo heppinn að hafa haft hana sem minn yfirmann í síðustu 8 ár. Og í leiðinni þá græt ég þá stöðu að missa Þórgunni sem skólastjóra
missa hana frá okkur í grunnskólanum. En það kemur auðvitað maður í manns stað og það er að mér skipt ég veit að það er farið alltaf ferli í að ráða í stöðu skólastjóra grunnskólans og það er mjög mikilvæg staða sem heldur utan stærsta hlutan af þeim tekjum sem sveitarfélagið setur í einstaka málaflokk sem er rekstur grunnskólans. Þess vegna vænti ég þess að ráðning nýs skólastjóra fari gegnum bæjarstjórn og gerir ráð fyrir að máli komið þar fyrir sem fyrst. En að þessu sögðu þá vil ég þakka fráfarandi fræðslustjóra Ragnhildi Jónsdóttur fyrir frábært störf í þágu sveitarfélagsins og það er ekki lítið sem hún er búin að áorka í starfi. Hún hefur farsarlega staðið að því að sameina bæði grunnskóla á sínum tíma og svo leikskólana á síðasta kjörtímabili, svo dæmi séu tekin. Og ég verð að nefna það að það verkefni var mjög vel leyst að mínu mati og Ragnhildur mikla þakki skilið fyrir góða verkstjórn. Og ég veit ekki hvort allir gera sér grein fyrir hversu viðamikið starf fræðslustjóra en það eru ansi margir hattar og jakkar sem fræðslustjóri þarf að bera og skiptast á að fara í og úr. Og ég vil fá að þakka fyrir frábært störf Ragnhildur og ég vona og gangi þér allt í haginn Þórgunnur í nýju starfi. Takk fyrir þetta, Sæmundur. Fleiri sem vilja taka til orðs, taka til máls. Ef svo er ekki, þá ætla ég að byrja því að biðja þá sem að samþykkja staðfesta ráðningu Þórgunnar Þórðardóttur í starf sviðsstjóra fræðslu og frístundasviðs til að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða með 6 atkvæðum og áður en ég hleypi Ásgrími hér inn aftur að þá vil ég taka undir orð Sæmundar og óska Þórgunni til hamingju með nýtt starf og ég tek undir hvert orð sem að Sæmundur hefur sagt og ég hef ekki unnið undir hennar stjórn, þekki hana bara þokkalega og veit að hún hefur verið að sinna sínu starfi vel og bara vel komin að þessu. En ég vil þakka Ragnhildi Jónsdóttur líka fyrir mjög góð störf sem fræðslustjóri og bara átti hana mikið og gott samstarf og óska henni velfarnaðar í því sem hún tekur sér fyrir hendur. En þá er það að finna forsetann og gefa henni aftur. Tekur hann aftur við stjórn fundarins. Hvað er fleira? Ég ekki rétt, gleraugnalaus var þau. Herðu, það er 9. mál á dagskrá. Fyrir ekki þetta reglunum gáma báta og aðra lausafjármunni í sveitarfélaginu. Orðið er laust þetta. Er eitthvað sem vil taka til máls undir 9. lið á dagskrá? Þetta eru nýja reglur lausafjármunni í sveitarfélaginu Hornafjarðar í þéttbýli, dreifbýli. Búið að fara í gegnum 3 nefndir ef ég man rétt. Það er enginn sem gefur merki, þeir sem þessu þá samþykkir gera svo rétt og bönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá skerum ég, þú verður bara held ég gleraugnalaus sem ekki lifir, nema þú sækir mín niður. 10. mál á dagskrá eru Helsingjar í Austur-Skaftafellssýslu. Og þetta kom fyrir atvinnu- og menningarmálanefnd og umhverfis- og skipulagsnefnd og það eru allar nefndir og fleiri sammála það að það er mikil fjölgun á Helsingja í sýslunni eins og við vitum og sjáum bara þeir sem fara okkar sveitir og það er lánið og það er eindóma álit þessara nefnda og ég var að fá sendingu líka frá Búnaðarsambandinu að það sé óþarfa að vera að friða Helsingja eitthvað lengur hér í Austur-Skaftafellssýslu heldur en annars staðar á landinu, en eins og menn vita kannski þá er ekki heimilt að skjóta Helsingja hér fyrir 25. september en annars staðar er það 1. september. En ég ætla svo sem ekki að lesa þessa ályktun hér sem að umhverfis- og skipulagsnefnd samþykkti en ég geri að tillögu minni að sveitarstjórn geri hana að sinni. Þessa tillögu. Orðið er laust 10. mál. Dagskrá Helsingjar í Austur-Skaftafellssýslu. Það er enginn sem gefur merki og þeir sem er því þá samþykkir að gera bókun umhverfis- og skipulagsnefndar að bókun bæjarstjórnan gerur svoleiðis rétt og bönd.
Það er samþykkt samhljóða. 11. mál á dagskrá er nýr jökull út frá Svínafellsjökli. Þetta erindi fékk bæjarstjórn inn á bæjarráð og inn á borð sitt þar sem að hluta af Svínafellsjökli er að kljúfa sig frá og vísindamenn hafa óskað eftir því að sveitarfélagið finni nafn á þennan enda eða anga sem kemur þarna út sem maður getur þá kynnt sér á loftmyndum og það er tillaga bæjarstjórnar að nýtt örnefni verði Dyrhamarsjökull og það er lagt til að þessu verði vísað til mennta- og menningarmálaráðherra sem fer með þessi örnefnaskrá. Orðið er laust 11. mál á dagskrá, nýr jökull út frá Svínafellsjökli. Það er engin skefið merki þeir sem eru því þá samþykkir að nýr jökull út úr Svínafellsjökli komi til með að heita Dyrhamarsjökull, gjöru svo réttu hönd. Það er samþykkt samhljóða. 12. mál á dagskrá er Skaftafell 2 Freysnes viðbyggingu íbúðarhús. Eyrún Halla Jónsdóttir sækir leyfi til að byggja við íbúðarhús og Skaftafelli 2 Freysnesi. Þeir ræða 177 fermetra viðbyggingu. Samþykki landeiga er til staðar og ekki er til deiliskipulag fyrir svæðið. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki heimilt verði að byggja við íbúðarhús og Skaftafelli 2 Freysnesi og samþykki grenndarkynninguna. Orðið er laust 12. mál á dagskrá, byggingarleyfis umsókn Skaftafell 2 Freysnes. Það er engin skefið merki þeir sem þess er þá samþykki gjöru svo réttu hönd. Það er samþykkt samhljóða. 13. mál á dagskrá er byggingarleyfis umsókn Uppsali 3. Björgvin Óskar Sigurjónsson er vanhæfur undir þessu, hann er eitthvað verið með puttana þarna í þessu máli, tekningar. En erindið er hljóður upp á að Uppsali 3 hlaða breyting á notkun og innra skipulagi. Erindið frá Björgvin Sigurjónssoni fyrir hönd Ingvars Þórs Geirssonar leyfi til að breyta notkun hlöð á Uppsali 3 íbúðarhús. Hlaðan stendur á viðskipta- og þjónustusvæði. Einnig er sótt leyfi til að breyta innra skipulagi byggingunar og útliti. Já, trúlega er það eitthvað svoleiðis, verslun- og þjónustusvæði. Einangrun og klæðningu gluggar og hurðir minniháttar hækkun og þaki. Ekki til deiliskipulag fyrir svæðið. Lagt er til að heimilega verði að breyta hlöð á Uppsölum 3 í samræmi við framlagðar teikningar og bæjarstjórn samþykkja að fallið er frá grenndarkynningu enda varðar breytingin ekki hagsmuni annarra en umsækjenda. Orðið er laust þetta mál. Byggingarleyfis umsókn Uppsali 3. Það er engin sem gefur með merki. Þeir sem þessu eru þá samþykki gjöru svo réttu hönd. Það er samþykkt með 6 atkvæðum. Björgvin er fjarverandi. Fyrirgefðu, Björgvin. Frjálslegt hér, sveitinni. 14. mál á dagskrá að breytingu aðalskipulagi Borgarhöfn 2 og 3 Suðursveit. Björgvin, þú varst með það mál. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Markmið með aðalskipulagsbreytingunni er að breyta landnotkun á hluta lögbýlisins úr landbúnaðarsvæði í verslunar- og þjónustusvæði á 5 hektara svæði. Lýsing vegna breytingar á aðalskipulagi var í kynningu 15. desember 2020 til 4. janúar 2021. Kynningarfundur aðalskipulagstillöguna var haldinn á fjarfundarforritinu Teams Meeting 13. janúar síðastliðinn. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki deiliskipulagstillöguna og vísi henni í lögformlegt ferli. Takk fyrir. Þakka þér fyrir þetta, Björgvin. Orðið er laust 14. mál á dagskrá breytingu á aðalskipulagi Borgarhöfn 2 og 3. Það er engin sem gefur merki þeir sem er því þá samþykkir að senda þetta í lögformlegt ferli gjöra svo réttu hönd. Það er samþykkt samhljóða. 15. mál á dagskrá er byggingarleyfis umsókn Hrísbraut 3 viðbygging. Kjartan Árnason sæki fyrir hönd Óskars Arasonar og Írisar Heiðar Jóhannesdóttur leyfi til að byggja við Hrísbraut 3. Er að ræða sólstofu vestan megin við núverandi hús.
Einnig er sótt leyfi til að saga niður úr gluggaopi að vesturgálu hússins og setja nýja hurð. Grenndarkynning var auglýst 18.4. til 20.5.2021. Engar athugasemdir bárust. Ég legg því til að bæjarstjórn samþykki grenndarkynninguna og breytingar á húsnæði án deiliskipulagsgerðar, enda er breytingin í samræmi við landnotkun, byggðamynstur og þéttleika byggðar. Orðið er laust 15. mál á dagskrá, byggingarlögis og Kristbrut 3. Það gefur engin merki þar og þeir sem eru því þá samþykju gjöru svo eitt upp hönd. 16. mál á dagskrá er kosning í nefndir. Fyrst snúum okkur að því að kjósa í fjölmenningaráð. Þar er lagt til að Neira Mesotovits verði aðalmaður fyrir B-lista og Elinborg Rambanes verði varamaður fyrir B-lista. Og Goran Basarek verði aðalmaður fyrir D-lista og Claudia Maria Hildenblom verði varamaður fyrir E-lista. Þeir sem eru þessi samþykki gjöru svo eitt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Einnig þarf að kjósa í kjörstjórn. Gunnar Reynisson fyrir B-lista hefur beðist lausnar úr kjörsókn og í hans stað Friðrik Jónas Friðriksson tekur hans sæti. Þeir sem eru þessi samþykki gjöru svo eitt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. 17. mál á dagskrá er skýrsla bæjarstjóra. Matthías, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, þá er það skýrsla mín þennan mánuði. Ég ætla að byrja að fjalla eins þjónustueininguna í Mjallhvít. En nú í byrjun júní breyttist þjónustan í Mjallhvít sem fram til þess hefur verið dvalarheimili rekið af Skjólgarði. En rekstraraðilar Vigdísholts hafði tekið þá ákvörðun að leggja niður starfsemina og stóð til að íbúarnir myndu flytja á hjúkrunarheimili. Eftir ítarlega skoðun og samtal við íbúana og aðstandendur þeirra var tekin ákvörðun að heimaþjónusta sveitarfélagsins muni þjónusta íbúana í sjálfstæðri búsetu. Nú er búið að setja upp ramma í kringum þjónustuna og formlega hefur sveitarfélagið fótt tekið við henni. 2 starfsmanna í Mjallhvít munu fylgja starfseminni sem gerir breytingarnar töluvert auðveldari fyrir íbúana. Er að ræða þjónustu sem er eingöngu í boði fyrir þessa einstaklinga til að draga úr óvissu að þeirra hálfu og telja þetta sé bara mjög farsæl lausn á málinu sem er almenn sátt með. Stefnumótun, sveitarfélagið hefur verið að vinna að stefnumótun núna töluvert skeið og satt ég fund núna í vikunni þá vinnu, en fyrir mánuði síðan tóku ákvörðun að fela KPMG að ljúka við vinnu við stefnumótunina. Ég fekk kynningu á þeirri vinnu sem komin er hjá KPMG og þar notum við þá vinnu sem hefur verið farið í undanfarna mánuði með starfsmönnum, bæjarfulltrúum og íbúum allt síðasta ár. Einnig hefur þá KPMG nú unnið áhættumat út frá sjálfbærni viðmiðum og þannig forgangsraða verkefnum í stefnumótuninni. Fyrstu drögin verða síðan kynnt fyrir bæjarráði næstu viku og þá styttist í að hægt verða að kynna loka afurð stefnumótuninnar fyrir íbúum og starfsfólki. FabLab heimsókn hingað til Hornafjarðar. Þar síðustu viku voru hér 15 manns frá 8 FabLab smiðum af öllu landinu í vinnuferð í 4 daga. Vilhjálmur, forstöðumaður FabLabsins okkar, tók vel á móti hópnum og var dagskráin hjá þeim aðeins þétt. Ég fekk tækifæri til að hitta hópinn í léttri móttöku hér í Ráðhúsinu, en er að ræða svokallað FabLab bootcamp þar sem hópurinn vinnur að stefnumótun, endurmenntun og hópefli. Og er það mjög gefandi fyrir starfsmenn smiðanna sem oft á tíðum eru einir á vinnustað og njóta því góðra samvinnu þvert á FabLab-smiðir yfir landi. Hópurinn snæddi á flestum veitingastöðum á svæðinu og naut gestrisni Hornfirðinga. Ég fórum í heimsókn í grunnskóla Hornafjarðar. Annar bekkur grunnskólans sendi erindi til bæjarráðs fyrir stuttu þar sem við bentu bæjarfulltrúum á ýmsa hluti í umhverfi skólans og á miðbæjarsvæði sem þau töldu að betur mátt fara. Bæjarráð fjallaði erindi og var bæjarstjóra falið að
svara erindinu með formlegum hætti. Og í stað þess að senda þeim bréf fórum við Brynja, umhverfis- og skipulagsstjóri, í heimsókn í bekkinn til að þakka þeim sérstaklega fyrir erindið og segja þeim frá hversu mikilvægt það er að allir íbúar hugi að umhverfi sínu og að erindi eins og þeirra skipti máli og að það hefði fengið formlega umfjöllun hjá bæjaryfirvöldum. Krakkarnir sögðu okkur frá nýjasta verkefni þeirra sem var að greina umhverfi í kringum Báruna en þau fengu það svæði úthlutað sérstaklega á umhverfisdeginum og voru nefndar margar spennandi hugmyndir sem þau vildi framkvæma þar. Við eigum því von á fleiri spennandi erindi frá nemendum í grunnskóla Hornafjarðar og má segja heimsóknir sem þessa lífga vel upp á vinnudaginn en það var mjög gaman að spjalla við annan bekk. Ég fekk síðan aðra heimsókn frá honum Ægi Þór Sævarssyni nú í vikunni en hann afhendi mér formlegt erindi sem hann skrifaði sjálfur. Erindi verður lagt fyrir bæjarráð í næstu viku en Ægir og Hulda móðir hans hafi verið duglega að vekja athygli á málstað langveikra barna og Duchenne sjúkdómnum. Þau eru nú að undirbúa hringferð um landið þar sem Ægir mun fara á mótorhjólinu sinu og gerð verður heimildamynd ferðalagið. Landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga var haldið rafrænt þar sem samkomu takmarkanir buðu ekki upp á fundi í persónu. Til umræðu voru breytingar á samþykktum sambandsins þar sem helstu breyting voru þær að framvegis verði formaður kosinn í beinni kosningu fyrir landsþing sem verður haldið að loknum sveitarstjórnarkosningum á næsta ári. Aðra breytingar snerist flestar breytingar á framkvæmd stjórnarkjörs ásamt því að nú verða eingöngu kjörnir fulltrúar í sveitarstjórnum kjörgengir í stjórn. En breytingarna voru samþykktar með 96% greiddra atkvæða. Á fundinum voru einnig flutt erindi ráðherra sveitarstjórnarmála og fjármálaráðherra. Forsætisráðherra. Ásamt því að kynnt var skýrsla framtíðarseturs. Ég hef verið eitthvað fjarverandi að hluta til á þinginu. Skólaslit Tónskólans voru haldin á dögunum. Ég sat þau en nemendur flutti það nokkur tónlistaratriði ásamt því að Jóhann Moravik sagði frá skólastarfinu í vetur sem hefur verið með óhefbundnu sniði vegna COVID. Tónskólinn hefur útbúið myndband til að kynna starfsemina sem var frumsýnt á skólaslítunum. Myndbandi var afar skemmtilega útfært og sýnir nemendur í skólaumhverfinu. Tónskólinn kvaddi hana Guðlaugu Hestnes sem hefur verið kennari skólans í 40 ár. Það eru fáir starfsmenn sem ná svo löngum starfsaldri hjá sömu stofnun held ég. Og ég vil nota tækifæri hér og þakka Guðlaugu fyrir samstarfi í þessi fjölmörgu ár og óska henni velfarnaðar í þeim verkefnum sem hún tekur sér fyrir hendur. Vinnumálastofnun nú á mánudaginn síðastliðinn opnaði Vinnumálastofnun formlega starfsstöð hér á Höfn en að ræða 6 mánaða verkefni að minnstakosti til að byrja með og verður skrifstofan fyrsta mánuðinn í Ráðhúsinu á fyrstu hæðinni en mun síðan flytjast yfir í Nýheima þegar að losnar skrifstofur þar. Skrifstofan verður opin alla virka daga frá kl. 9 til 12 og útvegar sveitarfélagið stofnuninni húsnæði án endurgerðs og því samstarfsverkefni að ræða. Og af ýmsu sumarbragur að færast í sveitarfélagi, búið að setja niður sumarblóm víða, sláttur hafinn, vinnuskólinn kominn til starfa og strax má sjá útlit grænna svæða færast til hins betra. Við erum í samstarfi við Nýheima þekkingarsetur 2 sumarstarfsmenn sem við ráðum inn í gegnum verkefni Vinnumálastofnunar og félagsmálaráðuneytisins en þau munu vinna að verkefnum sem nýtast sveitarfélaginu og einnig Nýheimum. Einnig eru sumarstarfsmenn í verkefnum hjá Menningarmiðstöð og í Áhaldahúsi. Framkvæmdir eru hafnar við Hafnabrautina sem mun hafa í för með sér töluverðar umferðartafir og rask en við vonum að framkvæmdir gangi vel. Starfsfólk fer nú að tínast í sumarfrí úr Ráðhúsinu og nefndarfundir að komast í frí og í dag síðasta fundur bæjarstjórnar fyrir sumarfrí og óska ég því öllum góðra stunda í sumar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Matthildur. 18. mál á dagskrá eru hér fundir bæjarstjórnar og bæjar á sumari 2021. Tillaga að bæjarstjórn verði sumarleyfi í júlí og að bæjarstjórn veiti bæjarráði fullt umboð til afgreiðslu mála þar til bæjarstjórn kemur aftur til starfa samkvæmt 8. grein og 32. grein samþykktar sveitarfélags Hornafjarðar. Orðið er laust þessa tillögu, fundir bæjarstjórnar og bæjarráðs
sumarið 2021. Þeir sem þýr þá samþykkir að veita bæjarráði fullt umboð í nafni bæjarstjórnar gjörir svo réttu hönd. Það er samþykkt samhljóða. Nú er gert hlé á fundinum meðan farið verður fundagerð.